ég sé svo mikið eftir að hafa haldið fram hjá mamma og vera að sofa hjá Hauki. Ég ætla að biðja mamma fyrirgefni að gefa henni blóm. Vonandi finnst mér þetta alltaf leið. Super idol 的笑容都没你的甜，八月正午的阳光都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春的蒸馏水。Þetta skjárinn laugardaginn 13. nóvember 2021. Í kvöld ætlum við að líta á fréttir vikunar og margt fleira, ekki satt, meðhöfundur? Ég er Davíð. Ekki satt, já, en í fréttum var ég að heyra svona slúður frá RÚV. Góð slúður fyrir RÚV, sko. Við viljum eyðileggja fyrir RÚV. Ok. Að starfsaðstæður þar sjórnar alveg bara ömurlegar. Takið þetta eins og þið viljið, en ég veit að þetta hljómar illa. Við þökkum fyrir þetta innslag, Dóra. Það var mjög áhugavert, en ég held að það sé komið tími til að líta á þetta. Börn sem hafa palla fyrir þau. Ok, ég held við getum skipt út risaeðlubúningnum fyrir górillubúning. Ég hef stytt þetta sekundubrót aðeins. Fyrir þau sem hlakka. Sæll, Finnur heit ég frá Fréttablaðinu. Hvað er það að plana auglýsingaherferð? Já, ég er auglýsingaherferð næsta ári. Já. Ég heiti Finnur frá Fréttablaðinu og Lilja menntamálaráðherra. Við ætlum að tilkynna okkur og við séum farin í verkfall. Það er vegna þess að við Framsóknarflokknum. Það er vegna þess að það er út af þessum jarðskjálftum. Það er alltaf mikið jarðskjálftum og þetta er alltaf sama fréttir þar aftur á aftur. Það er aldrei nýr flötur á þessum jarðskjálftamálum. Við erum alveg búin að fá nóg þessu. Við kynum ekki bara mannlík tíðafrú og vísu allt þetta í gjaldum. Þetta er verið að búið, elsku kallinn minn, jarðskjálftarnir eru búin. Svo sér, þetta er ekkert að vera búið, þetta er alltaf bara, við ætlum bara að flytja til Bandaríkjanna eða eitthvað. Það er alltaf mikið og umdeildum forsetum sem það er að skrifa en bara, þetta er bara alltaf pirrandi. Ég meina, veistu hvað ég kannski gera? Hvað? Fara hann með í Geldingadal. Bara fylla vatni. Heyri, veitu það, við erum hættum. Nei, eldgosið búið. Það var helst að frétta fóru. Eldgosið búið, við erum hættir. Þegar allir fréttar er hættu. Fréttir er búið. Fréttamiðlar eru farnir. Ert þú að taka fréttir? Fréttir eru búnar. Ekki meira. Ég lifi nú rosalega vondu lífi að alltaf kæra hann fyrir nauðgun. Baldvin Sæll dómari, hversu langt fölgilsi fer í... Þú ert sýknaður! Er ég saklaus? Já! Í fyrsta leið þá ert þú alveg mistari, í öðru leið þá hlýtur okkur þig alþýðuflokkinn. Já, þú er bara með bestu skoðanir í heimi, þú er með bestu kvensín, þú lítur á konur sem Gilju sem eru tilbúnar til að gera kynlíf með þér. Og má senda út. Og í þriðja lagi þá finnst mér að fótinn sé sleppa öðrum líka, sýkna aðra kynfyrirsparta. Já, ég er búin að sýkna á alla, sko. Ég sýknaði Sigga Hakkara og Jóa og Inga Veðurberg og Ágúst Bannaning. Já, og Íðvi og Gylfa Sig. Já, þetta er allt svo og þetta er allt gott fólk sem er cancelað. Og Steingrímur Jónsson og bara nákvæmlega, þetta er allt góð. Já, þetta er allt svona frábæra, sko. Og ég veit að þetta er Jónsson. Já, það ekki. Jú, gerum það. Hann er svo góð maður. Já, það er góð maður. Já, það er góð maður. Já, ég er laus og... Hei, eitt konur varð á mér. Því að fyrst að ég núna er sýknaður,
þá ætla ég að halda áfram það sem fráar hafi. Ég ætla núna að halda áfram mörga þess að ég signa. Þessi er þetta löglegt. Halló, verið velkomin í þessa jólaræðu hjá mér, Katrínu Jakobsdóttur. Ég veit að allir eru komnir í svo mikið jólaskap þótt að það sé nóvember og vitið hvað ég ætla að baka alla piparkökurnar. Ég ætla að syngja öll jólalögin, ég ætla að dansa öll jólatréin og ég ætla að dansa í kringum jólatréð líka. Ég ætla að gera allt það sem jólin færa okkur þótt að það sé nóvember. Mummi! Hvað er það að gera í kvöld? Mummi, þú veist, þetta samband er bara ekki að ganga. Ég sá alveg þig og Dóri vera að ríða þarna í fréttasettunum. Ó, ég bara fannst ég sá íkorn út af gluggann. Mummi, ég er ekki reiður út en ég sé bara að þú og Dóra eru meant to be. Við eigum ekki enga samleið. Mummi, bara þú ert algjör aumingi og þú bara setja sambandi búið og ég á þetta bara annan líka með það. Nei, ekki síkir og gótt. Þetta er búið, þetta var helviti samband. Fyrst er það fundarsalur og svo er það þetta, gerðurparti. Ég er ekki stoppið á þig. Ég er bara stoppið. Já, ég skil það. Ég verður að líka. Og ég er hér. Nei, ég er stoppið úr Garðabæ. Sko, þetta er því kannski allt í lagi. Ef það eru Garðabæingar en þið eru að halda þetta Kópavogi. Þannig að við lókar að þið eru að bæja Kópavogi. Við lókar að þið eru að frá Kópavogi. Við erum Garðabæi. Jú, þetta var lögum við þetta. En líka, ef þið farnir í Garðabæ, þá vonandi gerir, hægir það á netinu. Ég er frá honum minn. Og í Garðabæ, og engir píratar verða þar, bara exi kallar. Ef ykkur búið að dabba oxi í þetta partí, hann er nú að hætta hjá mokkanum. Halló, ég er Teitur úr fjögurfréttum. Hvað er að þér? Teitur úr fjögurfréttunum? Ekkert, haha! Það er bara víst eitthvað að þér að þú komir hérna og truflar mig þegar ég er að vinna mikilvæg stund. Hvað er þetta þú? Já, nákvæmlega. Þetta gerist við fólk sem truflar mig. Ég þarf að losa mig við alla starfsmenn Ríkisútvarpsins. Reka þá alla svo ég geti gert það sem ég vil. Ég deyðar á 3 fréttum. Nei! Blautt vatn! Veikindi mín! Þessi maður er farinn. Nokkri viðbútt. Halló, ég er Jón... Ég er Jón Grétar! Ég er bara Jón Grétar, koma svo! Núna í kvöld ætlar Skjárinn að frumsýna glænýja heimildamynd sem Skjárinn er að búa til. Það hefur vinnað heimildamyndina í 1 ár, þetta eru vönduð viðtöl og þetta er vandaðar sviðsetningar en sumur núna stöðin í Yin-Yang sem var hluti af Skjárnum í langan tíma. Núna hefur verið gerð heimildamynd hvað gerðist við Yin-Yang. Við skulum líta á það. 7. desember 2019 var stór dagur í lífi sjónvarpsstöðvarinnar Skjárinn. Ég heiti Helga Þrastardóttir og ég er fréttaútskýringakona hér á Skjá. Allir voru búið undir stofnun nýrrar sjónvarpsstöðvar Yin-Yang sem sendi út barnaefni. Þau sýndu
sýndu nokkra fleiri þætti en skyndilega hættu þau án allra útskýringa og engin svör hafa gerst í dag. Samkvæmt heimildum okkar og ábendingum gerðist hræðilegt á bak við tjöldin af hverju Yin-Yang hætti. Þetta er upplýsingar sem aldrei hafa komið í samfélagið sem við fáum að vita hér. Þetta er Yin-Yang, sagan af barnamning. Einn aðal sjónvarpsstjóri stöðvarinnar þegar hún fór á loftið var Miðmundur Laufdal sjónvarpsmaður. Við fengum hann í viðtal út af málinu. Jæja. Miðmundur, hvað getur þú sagt mér örlög sjónvarpsstöðvarinnar Yin-Yang en hún fór í loftið í desember 2019 en síðan hefur ekki til hennar spurst. Og við höfum fengið ábendingar að það gerðist eitthvað mjög hræðilegt í Yin-Yang. Hvað gerðist við Yin-Yang og af hverju hætti það? En ég held að aðspurningin hvað er Yin-Yang? Það var barnasjónvarpsstöð sem þú var sjónvarpsstjóri fyrir. Þetta stendur í skjölum. Og í frétt og í mörgum ábendingum sem hún fengið þá stendur það gerðist eitthvað mjög slæmt og það er ástæði fyrir að stjórna þetta. Hvað getur þú sagt okkur þetta? Hvað er féð sem mannst af fyrirtækinu? Að Lummi borðaði litlu apa í stúdíónu. Eskil, Miðmundur, ertu að fróa þér í viðtalinu? Nei, ég er að borða rúllutertu. Mummi, við höfum sönnunargögnin. Hvað gerðist í Yin-Yang? Ef þið hafið sönnunargögnin, af hverju sýnið þau ekki þá? Af hverju er ég svona klár núna? Miðmundur Laufdal sá mesta græðarstarf í sjónvarpi Yin-Yang. Skyndilega hvarf Lummi af öllum miðlum skjásins án þess að gefa neina útskýringar. Meira segja var fréttastjóri skjásins Darri Friðriksson hræddur við að fá neitt aftur. Lummi, sestu nú í stólinn. Lummi, sestu. Ok. Lummi, hvað er þú að segja okkur Yin-Yang? Af hverju hætti Yin-Yang? Hvað gerðist Yin-Yang? Já. Lummi, við veitum vel að það gerðist eitthvað hræðilegt. Hvað gerðist? Lóðmundur, segðu sannleikann. Ég er ekki það. Yin-Yang hætti út af einhverju hræðilegu sem gerðist. Lummi, af hverju hættir það hjá skjánum? Lummi, hvað gerðist? Það komið tími til að segja söguna. Það eru 2 ár síðan Yin-Yang var og 1 síðan þú varst rekin. Lummi, það komið tími til að segja frá öllu sem fólk veit ekki Lummi, Ég get sagt ykkur sannleikann. Ég get sagt ykkur allt sem gerðist. Segðu okkur hvað gerðist, þú. Ég er Þormóður Freyr Baldursson. Umsjónarmaður Yin-Yang frétta. Þormóður Freyr Baldursson var fréttastjóri Yin-Yang. Þormóður, hvað gerðist í raun og veru á Yin-Yang? Það sem gerðist var, það var tæknimaður. Við kölluðum hann alltaf herra Bónus, af því hann verslaði bara í Bónus. Það er sögutími núna. Hann hvað? Hann tók upp fréttina og sendi það út. Hann var myrtur á tökustað af einum af starfsmönnum í Yin-Yang. En við höfum 3 valmöguleika. Var það Lummi sem var að þykjast vera klár? Var það Mummi sem vissi ekki hvað hann var að gera? Eða var það tökuteymið hans sem að hataði hann mjög mikið? Lóðið og sagði fjóra, þið vissi, þið höfðu hann, þetta var Mummi, við höfum sönnunargögnin. Segðu hvað gerðist. Mummi, þú segir okkur hvað gerðist. Ok, hvað gerðist? Það var kvöldið þar sem allir voru að ganga frá. Ég sá líkið af herra Túrtappa apanum sem við notum alltaf í sirkussætinu okkar. Hvað hefur það að gera með af hverju Yin-Yang hætti? Hann var breyttur í Túrtappa. Mummi, þú ert að ruglast við eitthvað annað. Hætti að hlæja! Ljóst var að Miðmundur vissi alveg sannleikann en maður neitaði að segja hann. Mummi, við þurfum að notast við þessa tækni. Þetta notum við ef að viðbælandi okkar vill ekki segja sannleikann. Segðu sannleikann! Sannleikann! Af hverju er sýttu? Lóðmundur æddi út úr húsi. Það
Það var ljóst að hann vissi alveg hvað í gangi en hann neitaði að gefa upp einhver svör vegna þess að hvað hræðilegt málið var. Síðasta skiptið sem Yin-Yang stóð á pappírum var 7. febrúar 2020. Þar stóð að lokaþátturinn þann dag yrði Lummi Kong, þáttur 4, þó ekki 3 voru framleiddir. Eins og við vorum að segja rétt áðan stóð alltaf gaman á pappírum 4. þátt að Lummi Kong, þó að ekkert sé vitað hann. Þegar komum að prófa að hringja aftur í Lowland, að spyrja hann út í þennan 4. þátt sem aldrei kom út. Við erum núna að hringja. Við getum ekki klippt þetta í burtu því að við höfum ekki svo gott klippuforrit hérna. Svona hljómar þegar maður hringir í Lowland, en það er síðasta skrá sem hann skráði á símfyrirtækinu sínu, sjónvarp Síminn, er síðasta símtal sem Lowlandur hringdi var 9. júlí 2012. Það er náttúrulega löngu áður en Yin-Yang var því ég veit ekki af hverju það átti skiptum máli. En þetta hérna rödd er árið 2011. Þú hittum hann í dag og hann hljómaði alveg eins. Hann hefur semsagt ekkert þroskast. Matthías Atlason, sjónvarpsmaður, sem er einn umsjónarmann af sjónvarpsþættinum Skjárinn, sem hafa verið sýndir frá árinu 2018 stemmi viðtal. Já. En hvað gerðist við Yin-Yang? Getur þú svarað spurningu okkar? Hvað? Yin-Yang, hvað gerðist við Yin-Yang? Ég var alveg með að gleyma því. Kom það hérna fram í skjánum? Brjálað, hvernig þetta Hvað gerðist við Yin-Yang? Yin-Yang, við bara gleymdum því. Gerðum aldrei fleiri skessa. Ég mæli alltaf að gera hana Lummi Kong og svo Mummi King. Það var bananahorn og slumma. Já, takk fyrir að horfa, þetta var algjör misskilningur. Það er lúpan. Það er lúpan á útsendingum. Það við sunguð á saman Vottur. ，Super Idol 的笑容都没你的甜，8月正午的阳光都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春的蒸馏水。 Þormar, við komumst að því að sagan þín var ekkert rétt með hennar morðingja. Já, sorry, ég var bara að reyna að gera eitthvað skemmtilega heimildamind fyrir ykkur sjálfstæðu kvikmyndaver. Ég á alls ekki verið að gera þetta, ég vinn hjá RÚV. Við lyktum allt atriðið og tókum það upp og lyktum eftir því. Bara út af því að þessari sögu. Drullum svo aftur RÚV. Það sem gerst í alveg er að höfundaskjósa. Þormar, þú þarfst að fara í sálfræðitíma. Þormar, hvenær farið í næsta sálfræðitíma? Þormar, við höfum áhyggjur að þér. Ok. Ég elska Dóru. Ég ætla að spyrja hana hvort hún vilji leika í kvöld. Þetta mín, hún er búin að undirbúa síðustu 6 vikur síðan að kosningarnar voru hrekkjavökubarað á Alþingi. Ég vil ekki fara að undirbúa hérna kannski næst jólaballið. Þetta er hrekkjavökubarað. Nei, þetta ekki að Bjarni komst ekki, veistu hvað er? Það er nóvember. Veistu hvað Bjarni er? Nei. Nei, alveg þetta. Hann er í hrekkjavökubarið í Garðabæ. Með 50 manns eins og alltaf. Já, okkur er ballið í Garðabæ, hvað teiti? Hörðu, en þarna ef ekki fara að undirbúa jólaballið. Það er nóvember. Já. Hvenær ætlum við að fara að mynda þessu stjórn? Við erum ekkert með að ræða það. Við erum alltaf að ljúga í fjölmiðla að setja 7 ganga með við. Hvað bara þegar jólinn eru búin? Janúar kannski. Janúar, ekki það er. Jú. Heyri, ég var að spá í jólaballinu að Sigmundur Davíð vildi koma svona. Þóra Arnúrs. Já. Ég. Já. Gaman að sjá þig. Sömu. Leiðis.
Mér langaði að gefa þér, gefa þér þakkir fyrir þetta yndislega viðtalið í Kveik. Já. Þessi yndislegu rannsóknarblaðamennsku. Já. Hvernig þú bara tókst þetta frá sjónum. Já, við elskum að taka drottningaviðtöl við nauðgara. Það svo bara, fylla hjarta mitt af ást og umhyggju. Mér langar að gefa þér stöðuhækkun. Já, hvernig er stöðuhækkun? Er það frétt? Sem kona mín. Ég get nú ekki tekið því. Ertu rekin? Ég á 15 ára son sem keppti í kappsmál, ég get ekki gert Hann getur verið bara með okkur. Ég á ekki börn. Þú verður önnur konan mín. Eða fréttastjóri, eða vaktstjóri, eða Kveik. Ég er að fara í Kveik af dagskrá. Nei, veistu hvað? Kveikur verður í gangi allan sólarhringinn. Og þú verður eini umsjónarmaðurinn. Þú ert að fara að vera yfir öllum þáttunum. Þú þarft að gera þetta eða þú ert í miklu vandræðum. Til hamingju með viðtalið annars. Ég ætla að fara í kaffi til Þóri, frænda míns. Hæ mummi, ég var að spá okkur, það varst ekki í byrjuninni á þættinu. Jú, út af því að ég var að skoða eitthvað og ég sá að það var þessi rúlluterta og mér fannst þú vera svo merkileg og rauð og hún var í Hafnarfirðinum. Er þetta stór rauð rúlluterta? Hún var í Hafnarfirðinum. Varstu að kaupa hana? Já. Varstu svangur? Já, ég var svangur. Ég held að það sést að ruglast í rúllutertu húsið sem er Hafnarfirði. Og það útskýrir okkur að það er svona dýrt. Já. Þetta var grínið hans Mattíasa! Já, við erum hérna í þann veginn á bæjarskrifstofunum á Akureyri og við erum einmitt að bíða eftir einhverjum sem getur sagt okkur frá ákvörðunum af hverju þau ætla að banna hlustningu katta hérna. Getur þú okkur sagt okkur af hverju þau eru að banna hlustningu katta? Já, hlustningu katta, já. Það er frá skjánum. Já, þeir skýta í blómbeðin, brjótast inn til fólks eins og ég veit ekki hvað. Já. Og svo bara borða þau svo engin fugla. Já, en af hverju ætlu þið að gera þetta? Já, var nú að segja það. Þeir bara skýta í blómbeðin. Þetta er skrítið ákvörðun. Hver tók þessi ákvörðun? Það var börgstjórinn og ég er núna að vinna fyrir hann. Ég vann hjá myndreiði, en núna er ég fættastæður. Ég kem bara með svona spray og bara Já, en hvað er þið ekki að taka svolítið langt í þessum aðgerðum? Er það ekki tilast? Þetta líka bætir matarframleiðslu í Akureyri, þar sem við munum borða kjarna eftir að við náðum þeim. Já, en hvað, og ætlið þið bara að eldast eftir þeim og bara verður þetta alveg ófremdar ástand? Já, við munum hafa myndavélar á staðar sem geta greint ketti með svona gerfugreind og þeir munum bara alls konar svona. Já, einmitt. Takk fyrir þetta. Og það er líka annað á plani. Við ætlum líka að banna lausagöngu krakka á Akureyri. Þar sem þeir skýta of mikið í blómbeðin, brjótast inn til og ég veit ekki hvað að borða það engin fugla. Ég veit svona brandalega ekki líka að banna lausagöngu fuglar, þeir ekki alltaf Já, svo ætlum við líka að gera þeir skýta of mikið í blómbeðin, brjótast inn eins og ég veit ekki hvað og svo borða aðra of mikið fugla. Já, við tókum þetta, við vorum einmitt á staðnum í þetta skipti náum fréttunum. Þetta er köttur! Þetta er köttur! Ég vona að Jeff kom ekki til fréttuna. Hvað sagði ég með mig þig? Já, lítum bara á þetta. Það er gætt að drepa hans mamma. Já, það er nú svo fínt að taka smá tilbreytingu og kíkja í bónus í Garðar. Íslandísk smæsta of Fúsitt Já, ég heiti Bjarni Ben og fjármálaráðherra. Fúsitt Mæstur of Nei, ég best. Nei, þú er ósýn. Þú er ekki taka mynda með ég ekki mynda okkar mig.
Nei, ég ekki fotóskap. Þetta betur. Mín, það vantar einu. Já, má ekki kaupa eina bara. Sýni! Íslensk sýni? Þannig að já, mér þykir það mjög líkt að segja ykkur að Suður hafa farið niður 24,5% síðan þessar dagar koma til okkar kölluðu fjármálaráðherra okkar Björn Benson og forsætisráðherra Íslands. Þannig að ég er með plan. Það er að það er í tilbúðinni og gefur merki og það er eitthvað við sem er svona fórmálaður og maður sér það ekki og það vil hata það veit ég. Þannig að allir og bara allir meina ég fara úr búinni og það eru líka Danir. Þannig að þá getur það gefast og svo líka hann dóttur. Já, það er bara snjá. Þetta er eins og þjóðleikhúsgerð. Það er svona. Já, nákvæmlega. Það er bara salur. En já, er það ekki bara samþykkt? Jú, það er samþykkt. Ég hafa hringið. Þú veist það. Hringið minna mig á krónuna. Já, sem að búa á krónuna. Pössum að nýja bónusgríð sem verða ekki í tíðla. Já. En fyrst, þetta. Ó, Skarphéðinn, Skarphéðinn, þú ert vinur minn, Skarphéðinn. Sæll, Skarphéðinn, þetta er Sörrúf. Ég er Rakel Þorbergsdóttir, fyrrverandi fréttastjóri RÚV. En ég var ráðin í apríl 2014, en var rekin í apríl 2021. Vegna þess að þessi Þormóður kom í staðinn. Mér finnst vinnubrögð Þormóðs vera alveg hræðileg. Ég ætla að kæra hann til Mannréttindadómstóls Sameinuðu þjóðanna. Hann hótar morðhótunum og starfsfólk. Mér langar bara að drepa hann. Hann er bara hálfvitt. Já, fyrst að mér finnst Þormóður vera að gera sitt starf mjög vel og líka að binda Binda krónuna eða evruna. Vill hann það? Ég er á móti því. Ég kýs ekki. Já. En þú erum líka að muna að hann líka mannskja og það voru líka mjög líkandi að reka þig. Hún að þegar það voru núna 7 ár. En Þormóður var ekki ég. Já, en Ég var alltaf fretsett. Já, það er svo þig. Ég er ekkert að fara að róa mig neitt í dag. Helstu þetta er kýtast og ég kæru þig hvað þú vísar þetta svona. Nei, ég er alveg. Þú en ekki að fara að kæra neitt og því þú ert rekin úr fréttastofu RÚV. Mér finnst þetta bara að passa. Þú getur ekki rekin mig. Ég get það mjög víst. Þú gafst þessa ljóta kona. Út núna. Ég fer það bara upp á TMF og sofna að TMF sjónvarpsstöðina. Slúður allan sólarhringinn. Nákvæmlega. Víðir, ég er ekki orðið svona aðeins því ekki núna, þú er ekki lengur að gera þetta. Heldur ekki þú Alma? Já, það er náttúrulega með tvíegi, ég og Svandís. Herra, ég er bara að fengja nú á þessu. Alma, nei, ég veit. Þetta eldgos er líka löngu búið. Viltu bara fyrir? Við erum alltaf að kynna fyrir ykkur nýjar aðgerðir. Þannig að núna, eins og við vitum, þá var greinst 10.482,9 manns. Og þá höfum við ákveðið að setja upp nýjar aðgerðir. Já, við ætlum að setja upp nýjar aðgerðir, en þetta eru 10.000 á hvert fermetra. Þetta er ekki svo mikið að smittum miðað við hvað er í gangi erlendis. En við ætlum aðeins fá að herða aðgerðir smá í staðinn fyrir að setja 2 metra regluna. Þá verður þetta aðeins verðar, svo fólk smitast ekki. Og núna höfum við 2 metra og 10 cm regluna. Já, og einnig þá erum við að fara að byrja með svona ekki grímu, það voru grímuskylda líka á höndunum, þannig að fólk fyrir að líma grímur á hendurnar. Eða þið getur bara spritta 2 sinnum, það er líka. Já, spritta 2 annarkvort það eða hafa grímu. Einnig hefur verið að sanna að smitt séu að berast gegnum augun, þannig að sólgleraugu verið fín og spritta þau líka svo sem eru að eyðast veiðurnar. Og svo að lokum ætlum við að hafa eitthvað, við viljum mjög þetta óstert, en í staðan fyrir að hafa einsviknarsóttkví með svona testi, þá munum við núna hafa eins
vikna sopi með testi og svo færðu einn súkkulaðimóla til viðbótar bara til að herða smá. En núna þegar Alma farin þá heldur ég farið líka. Já, ég farin hérna. Ekki allir að fara í heimapróf hverjum degi. Og bólusetningar, svona örvunarskamtur. Ok, bless, takk fyrir að horfa. Bye. Hvað segirðu gott, Sandra? Það fínt. Hvað mánudagur er aftur í dag? Það 9. nóvember. Já. Hvað er það spá? Ég bara spá þannig ég frétt. Hvað meinarðu? Mér vantar bara meira allilega. Hvað meinarðu? Ég veist ekki nóg, já, ég eignast nýja kæsta, það varst þú. Já. Og svo giftist ég. Það er svona ekki satt, en það er... Og svo varst það ljúga með eitthvað fréttir? Já, okkur. Ég sagði að ég var að giftast. Af hverju? Ég sagði líka svo daginn eftir því að ég var ólétt. Jóhanna Guðrún, það er enginn að fara að trúa þér. Jú, ég hugsa dag, hvað haf ég segið sér dauð? Hvað, þá þurftu að vera hérna inni, bara list inni eftir bara eilífu, viltu það? Nei, ég kem bara aftur á morgun og allir muni gleyma þessu. Það var ekki gleyma þessu, það var stór skandall. Þetta er mjög vondum, ég vil ekki segja að það sé misskilningur eða eitthvað. Nei. Jóhanna Guðrún. Jóhanna. Hvað ertu númer hjá Devas? Jóhanna, ekki. Meira veit þess að standi í þessu. Já, ég er líka að hugsa kannski að ég hef drepið þig og svo deg ég. Hæ? Nú í vikunni var Jón Baldvin Hannibalsson, þekktur kynferðisbrotamaður, sýknaður af öllum ákærum. Einnig ákvað dómsmálaráðuneytið að sýkna fleiri menn sem var ákærður af sömu ástæðu. Við skulum líta á hverju þetta eru. Oh my god, ég geti verið að deyja. Hvað er í gangi? Oh my god. Það er alveg hræðilegt. Guð minn góður. Guð minn góður. Góðan daginn, þetta er Birna, hvað sem á hjálpaðir? Já, ég farið bara út í göngutúr, ég bý hérna á Akureyri og ætlaði bara að... Herra, þú lóa þig? Já, ég bara sá eitt dýr hérna sem er... Ég sá eitt dýr, það er stór... Já. Herra, ég skal fara yfir til lögum. Ok, ég er í mjög miklu lífsöldu, bara þau verða að bjarga mér. Já, góðan daginn, þetta er lögreglan. Já, ok, þarna það gerir svolítið, það gerir smá óhapp. Ég sá dýr. Er þetta ísbjörn eða? Nei, þetta er ekki ísbjörn, þetta er miklu verra. Nei, allt í lagi herra. Mér langar að passa bara eitthvað á... Já. Rólegur, alltaf við. Þú veit nákvæmlega hvað þetta talar hérna. Þú varst bara enda inn. Þetta er köttur, ég veit. Já, ég veit það. Herra, viltu passa þú sért ekki með neina librapilsu eða neins konar slátur? Já, það er að nálgast mig, Ok, herra, mér langar að bakki rólega og hvað það gerir, ekki segja... Nei, ok. Ekki segja það. Nei. Alltaf ég sýn mig hvort staðsetningin... Nei, það er ráð saman! Oh my god, það fór að mér, það fór svona að mér. Það var svona svo fyrir að bíta mig. Já, það er ekki vikinn í gættum. Ég myndi. Hæðu á þér! Gjörðu saman. Ég skal láta fara lítið fyrir mér. Hjálpaðu mér upp, mér finnst ég vera að drukkna. Hjálpaðu mér upp, mér finnst ég vera að drukkna.
strákurinn í myndinni. Þannig að ég ætla bara að segja ykkur að ég ætla að eyðileggja planið. Is this a part of the plan? Svavar? Nei, ég veit það ekki. Where is this ugly blonde old guy? This gay bitch? Hæ, ég er Garðabæjarlöggan, Hafnarlöggan í Garðabæ. Egill Gilssonar. Ég er betur eins og Bussi Reykjavík hvernig byrja í Breiðholtinu. Ég er að fara að stöða ykkur ka-tjúm, ka-tjing, tjing, tjing, ka-tjúm, tjúm, tjúm, ka-tjing. Ég er bara þetta vandakallið. Nei, ekki vandakallið! Hæ, Bussi. Hæ. You are so really ugly god. Hvað ætlum við að gera? We are going to go in the back and light your turn. All of them. Hvað ætlum við að gera í peningin? All of the computers. And going to go to the football stadium. Já, Laugardal. Já, en peningurinn, hvað ætlum við að gera? Ég ætlum að taka peningin og deila honum jafn mikið allt þjóðana. Shut up, Gunnar Smári. Ég er best. Ég er algjört best eins og Rúta. Who the hell do you think you are? You son of a bitch. Ég ætla að segja þér. What? Þú veist ekki hver ég er. Ég er einhver annar en þú heldur þessu. Alveg Garðabæjarlöggan. Nei. Ég er hann. Ég sverð krú. Nei. Who's that? Gunnar Smári? Nei, ég segi þér. Fyrst ætla ég að segja Gils. Gils, ég ætla að segja þér. Nú, hvað er það? Ég er ekki Utti. Ég er Steingrímur Jóð. Já, ég hef líka eitt annað til að segja þér. Ég er Bjarni fucking Ben. Ég er Bjarni Ben maður. Ég er Bjarni Ben. Ekki Gils nöðgari. Okay, I have to make a confession here. I'm not Björn Hlynur. Ég er Sigurðingi. Steingrímur, hvað segir þú? Ekki pólitíkinn. Hvað segir þú, Benni? Þetta er bara samræðið við Sigur. Af hverju þetta hætta? Ég er bara ekki svo. Ég veist ekki alltaf bara. Já, reyndar. Hvað þú? Sigurðingi Jónsson. Já, þú. Bjarni Benediktsson yngri. Ég. Steingrímur Jóð Sigfússon. Já, ég heiti alveg ekki millan, ég heiti bara Steingrímur Jóð. Hvað er fyrir mig trekant? Leynilöggan, komin í næsta bíó. Ég elska þig, Dóra. Ég með ekki það ekki. Viltu byrja með mig, mömmu? Já! Love's like a road that you travel on when there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart free and lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today.